Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni klukkan 8. Þá var þess að fréttir hjá mér Björn Þorláks og María Lilja. Ætlum við byrjum ekki bara á hingakomu Mark Rutte. Það er mynd af blaðamannafundi sem var í stjórnarráðinu. Mér ætla nú svolítið þunnur blaðamannafundur. Þetta er nú, NATO hefur aldrei verið á svona háskalegri tímamótum. Það er fjallað þetta í fréttaskýringum og umræðu þáttum út allan heim. En þetta var svona mest það hvað við værum miklu vinir NATO. Hvað við höfum staðið okkur vel gagnvart NATO. Mér fannst áhugavert að heyra forsætisráðherra lýsa Íslandi sem freigátu sem ekki verður hægt að sökkva. Hann var svo slepjulegur að manni datt í huga að hann hefði fengið svona ráð hvernig ætti að tala við Íslendinga. Skjallaði á bara eins og þegar þú hittir Trump, sko. Skjallaði á bara nógu mikið og heyraði ekki neitt. En þetta svínvirkar. Ég held að. Bara blaðamennir hafa einhvern veginn ekki spurt neittna gagnrýnina spurninga í dag sem að... Það var ekkert spurt svona klofninginn á milli Bandaríkjanna og Evrópu og hvort að hann reyndar aðeins spurt aukin framlög. Já. Og hann talaði að það væri gott í bíli að taka þetta 1,5% af landsframleiðslu. Já. Við Soffía Sigurðardóttir, hernaðarandstæðingur, tölum saman hérna í Rauða borðinu og eftir fréttir. Þetta, einmitt. Við ákveðum að taka annan pól en fjölmiðlar dagsins í dag. Það var mikið svona bravúr með NATO. Byrjaði með heimsklukkanum hjá Boga á Ríkisútvarpinu í morgun. Fékkar Davíð Stefánsson, formann Varbergs. Og þeir voru svo ég veit ekki, 75 ára afmæli einhvers mæra NATO. Þetta er ótrúlega stemning, af því þú nefndir að þú væri með þetta viðtal í kvöldu í Rauða ég með 3 bara svona á tilviljun, segi ég, viðmælendur í reynsluboltunum í kvöld og þetta fólk talar allt öðruvísi en við höfum fengið mynd af í gegnum þessa svokallaðu meginstraums fjölmiðla í dag. Það er eitthvað svona sem er ekkert tilefni í dag vegna þess að NATO er á gríðarlegum tímamótum og það maður sér það í pressunni eins og við verðum að vitna í eins og bara í dönsku pressunni að þessi staða sem þegar það er augljóst að Bandaríkin alltaf draga sig út úr Evrópu að það verði bara eiginlega endurskoða alla hluti og eitthvað slíkt en þannig er eiginlega talað að eins og Úkraínustríðið hafi sameinað svo svipað var sagt svona fyrir 2 árum og 3 árum að Evrópa veri aldrei sameinaðri, það trúir því enginn í dag. NATO veri aldrei sterkara, það trúir því enginn í dag. Af hverju verið að bera þetta borð aftur og aftur? Nei, ég meina það er engin gleði tíðindi. Íslendingar eru kallað yfir sig álögur sem mögulega hefði ekki þurft að fara út í. En við kannski ræðum það betur eftir. Já, heyrðu en það er annar blaðamannafundur á allt öðru stað í Kreml. Pútín var með blaðamannafund og hann sagði að þeir var alveg til í frið ef að þeir fengju það land sem að þeir væru að ásælast sem er þetta sem hefur komið fram í þessum 28 punktum. Það er ekki krafa að þeir fái Ódessu og svona sem þannig að Úkraínumenn fengju áfram aðganga Svartahafinu með við þetta tilboð Pútíns sem ég veit ekki hvað mönnum þykir verið gott en hann segir sér svo að ef það er ekki friður þá munið þið sækja þetta með valdi. Þannig það er það sem valkostinni sem Úkraína hefur og munið að ég tók úr úkraínskri pressu í gær þar sem fólk spurt á ég er ekki að segja að þar hafi fólk verið að tala að ganga tilboði Pútín en það virtist vera að það væri svona almennt viðhorf íbúa sem að búa í austurhlutunum því að þeir eru náttúrulega fórnað einhverju, þetta er svolítið langt, þetta er stórt land og þetta er ólíkt fólk sem býr í austurhlutunum og í vesturhlutunum að fólkið í vesturhlutunum komið svolítið óvart þegar ég var að lesa það virtist vera til í að klippa af sér hluta fyrir frið því að þetta fólk er náttúrulega orðið ansið þreytt á stríðinu. Já, og bara með örvæntingar sennilega. Já, en svo heyrir maður náttúrulega í evrópsku pressunni að það verði allt að vinna til annað en að beygja sig fyrir Rússum og það verði að heyja stríðið áfram eða þá að þröngva Rússa með einhverjum hætti. Menn er ennþá að tala að Bandaríkin hafi eitthvað upp í hendinni eins og að vera með viðskiptaþvinganir á Kína og Indland til þess að þröngva Rússi en ég held að þetta er allt farið af borðinu þannig að mér finnst svo skrítið að þetta sé alltaf verið að tala þetta sama aftur og aftur og aftur þegar Bandaríkjamenn hafa hafnað þessu.
Herðu, en það var fögnuður líka hérna á Suðurnesjum, þar er verið að byggja, er þetta ekki svona kafbátalægi, er þetta ekki fyrir kjarnorku núna kafbáta að koma og sækja sér hérna, ég veit ekki hvað þeir sækja í land, þeir sækja sér kannski bara vatn. Þetta er eitthvað svoleiðis lægi til þess að herskip geti komið og lagst að. Jú, Þetta er til dæmis spurning sem maður hefði viljað fá. Ég held að þetta sé fyrir kafbáta. Já. Ég held að það einhvern tíma komið fram, en það er ekki mikið rætt um það. Nei. Jú, ég held að það sé alveg ljóst að þetta sé fyrir herskip eða kafbáta. Má ég fá myndina aftur með þessari frétt? Þarna er utanríkisráðherra okkar að kissa hafnarstjórann og þessi fögnuður fyrir hernaðaruppbyggingunni. Ég held að kannski voru að fara í taugarnar á þínum viðmælendum í reynsluboltanum. Að það er eitthvað skakt við þetta, hvað stjórnvöld eru svona ægilega ánægð með allt saman. Já, þetta er svo einhliða. Þetta er svo einhliða. Ég er ekki ánægður með almennings. Nei, sko, það er maður skilur það alveg að einhver sjá eitthvað jákvætt við einhverja atvinnuuppbyggingu og störf og allt það. En þetta er bara svo óbalanseruð umræða. Af því að þetta er sannarlega frétta augnablik þar sem þú getur sagt svo margt Jú, það eru kostir, en það er líka eitthvað svo margt viðsjárvert í þessu öllu og það er það sem maður saknar svo frá deginum í dag. Þessi kossenar þarna á kinn hafnarstjórans er ekkert að breyta hæfi í hernaðaruppbyggingu. Ég heldur þetta ekki einn þá sko. Við gerðum það ganni bara núna rétt í þessu meðan við vorum að tala saman að fletta öllum með helstu miðlunum og skoða mest lesið, svona eins og Gunnar Smári gerði það er ekki ein frétt af þessari NATO-heimsókn eða þessum fundi í mest lesið á stærstu miðlunum. Þannig að Rutte er ekki að slá í gegn. Hann er ekki að slá í gegnum með alvegis. Nei, en svo fannst mér eitt í þessu, það var verið að segja að peningarnir 10 milljarðar kæmi frá NATO eins og við verum að græða eitthvað. En Rutte er síðan bara næsta fundi til að segja að við erum búin að gangast við í að borga 70 milljarðar eitthvað fyrir 2035. Og á endanum ef að Bandaríkjamenn draga sig út úr Evrópu þá verðum við rukkuð þessi 5% eins og allir aðrir og það eru svona 270 milljarðar. Þannig að sá sem er að fagna því að fá okkur pening út úr NATO núna hann á eftir að borga fyrir það sko margfalt. Ég meina við erum að fara að borga fyrir þessu höfn og svo þessa 250.000 lítra bensíngeymslu og Ef að framfyrst sem horfir vonandi verður ykkur breyting á þessu. Þú kaupir ekki að við getum klætt allar þessar fjárfestingar í einhverja innviði eins og haldið Nei, það er reyndar talað um þetta 1,5%. En mér fannst það ykkur sem var að fjalla um það sem var þó að fagna þessu að hann var með svona raunat mat að svona helmingurinn að þessu væri eitthvað sem við myndum hvað sem verja peningum í. En hitt er náttúrulega, það hefur kannski verið að höfnið þarf að vera þannig að herskipi geti notað þannig, vegurinn þarf að vera þannig að einhverjir herflutningar geti farið fram og þannig að það hefur verið að gera alls konar hluti sem að við hefðum aldrei gert hvað sem það bara ekki þannig. Svo líka bara heimspeki heimur íslensku þjóðarinnar, hann breytist við þetta. Að vitundin að vera Íslendingur, hún er aðeins að ég segi ekki taka stakkaskiptum, en hún er færst til. Ég held að yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga vill vera herlaus þjóð, friðsöm þjóð, ekki fara með stríð gagnvart nokkrum manni. Þetta hefur komið fram í Íslendingar eru ósáttur við það að Íslendingar sé að kaupa hergögn og senda til Úkraínu. Ég vilja það ekki. Við erum til í að senda hjúkrunargögn og gervifætur fyrir alla þess sem eru sárir eftir þennan hildarleik, en almenningur ekki til í að við fyrir að hegða okkur eins og séum eitthvað herveldi. Það sé bara ekki þannig. Og það missir fréttaflutningur dagsins svolítið marks. Já, það gerir það. Herðu, stemmingin í Frakklandi, hún er svolítið í þessum anda. Macron var með fund þar sem hann var að tilkynna að hann ætlaði að stofna svona hersveitir sjálfboðaliða fyrir ungmenni. Ungmennasveitir, ég veit ekki hvað, þetta er ekki svo þjóðvaliðið í Bandaríkjunum, þetta er eiginlega svona hluti af því og svo þetta Peace Corps sem að Kennedy var með á síðan tíma, minni ekki til því, þeir eru svo ung, þið minni ekki, en það er þá ekki Peace Corps, heldur svona War Corps. Og þetta var svona deilt svolítið í Frakklandi, það var einhver herfóringi sem var að tala um þetta í sama andrá og hann var að tala um að frakkar eru að búa sig undir það að senda að fórna börnum sínum á vígvellinum og þá var hann líklega að tala um að frakkar myndu senda hermenn til Úkraínu en það fór ekki alveg vel í alla það var ég tók mynd sem var annars þar hvernig þessi blaðamannafundur og talandi um svona hernaðarstemmingu í Evrópu og hvernig hún að breytast
Þetta er náttúrulega bara eitthvað grín, sko. Er hann með herbönnum? Ja, þetta eru bara börn, eða þú veist, þetta eru unglingar, þetta eru svona menntaskólakrakkar sem eru klæddir í herbúning, það er nú einhverjir eldri kallar hann á fremri bekkjunum. Já, þetta, og maður veit alveg hvað krakkar fara í þetta. Það verður ekki hérna börn Macrons. Nei, ég veit ekki hvað, börn, ég veit ekki. Herðu, Aftenposten, hérna var með merkilega frétt. Þetta er að framfaraflokkurinn sem að mælist núna stærri en verkamannaflokkurinn í sömu leiti út af hrun hægri flokksins í Noregi. En þetta er svona flokkur sem að hann er ekki alveg jafn langt út á svona ysta hægrið og til dæmis danski þjóðarflokkurinn. Þannig að hann er svona á þeim nótum. Ég held að miðflokkurinn sé utar á hægrinu heldur en hann er samt að segja þetta að hann vill að verði snúið við flóttafólki frá Úkraínu. Hann segir þetta séu liðhlaupar sem eru að koma, sem eru að flýja stríðið og við að snúa þeim við og ekki taka á móti þeim. Og það kemur þetta er svona verið að endurtaka málflutningin í háðum. Þetta er nú ég held að þetta sé nú aðal erlendi sérfræðingur Aftenposten sem er að skrifa þetta. En þar kemur meðal fram að það komu 73 á mánudaginn flóttamenn sem eru að flýjast herkvæningu, 67 á þriðjudaginn, 32 á miðvikudaginn, 35 á fimmtudaginn, 38 á föstudaginn, 10 á laugardaginn og 69 á sunnudaginn, bara til Noregs. Þannig að þarna kemur mynd sem bendir til þess að sé bara fjöldi flótti frá Úkraínu til þess að losna við herþjónustu. Við sáum þetta aðeins fjölgaði hælisleitendum í október og nóvember. Og það var mest, það voru 3/4 af þeir sem hingað komu voru frá Úkraínu. Það eru 24 síðustu 7 daga frá Úkraínu. Herðu, en önnur stórfrétt heima er náttúrulega að Albert Guðmundsson, þetta mál sem hefur ekki mikið aðtekli, verið 2,5 ára í dómskerfinu eða þangað til að kom fram og hann var settur í straff í landsliðinu eins og frekt var. Og svo var hann sýknaður í héraðsdómi og það var áfrýjað í landsrétt og þar er hann sýknaður aftur, það eru 3 dómarar. Eitt er að við erum líka að frétta því að þessi maður, Símon Grimmi, hann vildi að hann fengi 2,5 ár. Þannig að þá kemur svona dómur, það er klofinn dómur. Ég veit ekki hvort það sé líkur á því að ákæruvaldið sæki eftir að fara fyrir Hæstarétt með þetta. Ég veit ekki hvernig Hæstaréttur myndi heldur taka á því. En það situr þá eftir svona dómur. Það sem að ýmsir telja að vera sekan, aðrir telja að hann sé allavega ekki nógu að mála, aðstæður máls séu ekki þannig að sé verjandi eða dæman, þar sem það er ekki hægt að fullyrða að hann sé sekur. Nei, þetta er mjög svolítið áhugavert því að þetta er það sem að bara feministar hafa talað lengi fyrir og það er óska eftir breytingum í dóms og lagaumhverfinu, bara þannig að það sé auðveldara fyrir þolendur að sækja einhvers konar rétt til yfirvalda, jafnvel þó að það sé erfitt að sakfella. Er það ekki, má það ekki segja það sé einmitt í þessu máli að það sem að svona ítrustu kröfur dómsins að það er ekki hægt að dæman segja 2 dómarar, það sem að við erum ekki alveg fullvissir að betra að 10 sekir sleppi heldur en 1 saklaus sé dæmdur þeim anda. Vafi túlkaður honum, já, en síðan er 1 dómari sem að vil dæman, þannig að það er ákveðið réttlæti því að þetta er eins og augljóslega ekki tilhæfilaus ákæra eins og var haldið fram. Einmitt, en ég hugsa, maður velti fyrir sig hvort að svona mál eigi yfir höfuð heima í þessu típiska réttakerfi, hvort að við ættum kannski bara að fara einhverjar aðra leið. Það eru til alls konar hugmyndir svona sáttarleiðir og það sem að fólk er bara svona eins og family court í Englandi, það sem að eru svona viðkvæmari mál sem eru ofta orð gegn orði, en þetta eru Svo umræða hefur aldrei farið á neitt sérstakt flug hérna í Íslandi. Nei, hún hefur nefnilega aldrei komist neitt. Það hafi ekki verið svona skýrir valkostir einhvern veginn á borðinu þannig að almenningu getur tekið afstöðu til þess. Ég held að það hefur bara ekki verið neitt sérstakur áhugi fyrir þessum máluflokki allavega frá því að ég akkur segir það? Það bara hefur ekki verið neitt greiðlegur. Við erum alltaf að fjalla um þetta, það sannlega hefur það breyst núna bara á svona síðustu 5 árunum en þetta er Dómsmálaráðherra segir þetta sé efst á sinni gönnu þótt hún sé alltaf að tala um útlendingamál. Já, ég meina hún lýgur því einmitt því að það er eina sem hún talar um er útlendingamál.
Ég veit svo sem ekki mikið þetta málum frá það sem maður hefur lesið í stuttum fréttum, en ég tek eftir því að hérna lykilvitnið þarna gamall vinur hans og svona það virðist margt vera á huldu þetta allt saman. Það oft í þessum málum. Mjög oft í þessum málum. Fullyrðingar móti fullyrðingu. Það er nefnilega svolítið erfitt, sko. En mér finnst mjög líklegt í ljósi þess að það með þess að sko ólíkar forsendur fyrir sakleysinu hjá þessum tveimur dómurum og svo vill sá þriði hérna sakfellan. Mér finnst mjög líklegt í ljósi þess alls að það verði reynt að ákærandi muni reyna að fá Hæstarétt. Hæstaréttur tekur það ekki nema hann telji að sé eitthvað í málinu sem svo mikilvægt að fá eitthvað svona fordæmi fyrir. Þannig það getur vel verið þetta mál sé sko slæmt og erfitt og allt saman, en samt telji Hæstaréttur að hann eigi ekkert sérstakt erindi að taka þetta mál. Það er ekki endilega hann sé að komast að því hvort þú sett sekur eða saklaus, heldur til þess að skapa eitthvað svona fordæmi fyrir þá héraðsdóm og landsrétt til þess að dæma eftir. Hárrétt, en ég er nokkuð viss að það verður leitað eftir því að Hæstaréttur taki málið fyrir, þannig ég myndi segja kannski að Albert sko þessi knattspyrnu hetja óvarlegt að segja að hann sé alveg sloppinn, en svo náttúrulega kann að vera að allan tíman hafi þetta bara verið á einhverju öðru byggt og þú veist, ég ætla ekki að fella hann að dómararnir hafa gert það. Það var einn þriðji dómarana sem töldu að vera sekan og ég býst við þessi sami með almenning að þetta mun loða við mannin lengi. Það eru margir sem að telja hann vera sekan, alveg eins og dómarinn. Hann líka úr stáli, segir lögmaðurinn. Hann úr stáli. Herðu, það kom gleðifrétt, eða ekki? Hagstofan, það var svo mikið af útsölum og það eru svo langar útsölunar í nóvember að það bara lækkaði vísitalan. Já, Singles Day. Já, og svartur föstudagur. Ég heyrði auglýsingu í útvarpinu í gær sem að var svartur föstudagur alla vikuna. Eitthvað svona, mér fannst eitthvað svona. En Hagstofan segir þetta að öfugt við í fyrra og árinu undan að þá séu þessi afsláttardagar orðnir svo ríkjandi í nóvember að þetta bara mælist. Já, ég finnst líka bara að fyndi hvað þetta kom seðlabankastjóra á þeim öllum rosalega óvart. Það væri svartur föstudagur. Ég var að skoða Mokkan í morgun. Ég veit ekki hvað voru margar auglýsingar og ég var að hugsa þegar ég var að horfa á þetta því að og er þetta alltaf sama fyrirtækið eitthvað. Svarti föstudag, það lítur alltaf eins út, sko. Ég held að þetta sé örugglega, sko, 36 blaðsíður af svartu föstudegi eða hvað þetta heitir. Hvað vitleysa er þetta? Svo er þetta bara einmitt lendir þetta í landfyllingu og eitthvað. Allt þetta drast sem lækkar lán, landsmanna núna 0,48% í einn mánuð. Svo er hægt við að þegar útsölunar eru búnar að þá skjótist þetta beint upp aftur. Já, það er reyndar jólin hana. Það er yfirleitt ógráð á jólunum, sko. Það hækkar yfirleitt í desember. En Villi Birgis upp á Skaga, hann vildi bara auka fund í Seðlabankanum í tilefni af þessu og lækka vexti bara í kvelli. Já, er þetta ekki bara rétt hjá Villa? Bauðsir frá forsendunum. Ég held ekki bara góð hugmynd að lækka vexti. Já, það er góð hugmynd. Það er okkur vextir hjá honum Ásgeiri. En tilefni núna að það mælist lækkun í nóvember, ég held það ekki. En það sagði, næsta fréttir það að Seðlabankastjórarnir þeir ætla ekki að taka upp kampavín. Nei. Það var sko, mér fannst þessi fyrirsögn á RÚV, mér finnst hún ok, þetta er örugglega fín fréttafyrirsögn, en pirraði mig pínlítið að það er þessi lotning gagnvart sko seðlabankastjórarnir. Já, ætlum við núna að fara að skála í kampavíni. Mér finnst þessi aftenging yfirvalda og æðstu herra við sko hlutskipti almennings. Þú vildi frekar að þetta, ég ætla ekki að slaka á skrúun í spænska stígvélinu. Það væri að segja það, en ég ætla að halda áfram að pína þjóðina. Ég veit það ekki, sko. Ég skil alveg að hverju maður nota þessa líkingu, en ég er ekki alveg sáttur við að RÚV sé að slá þessu upp með þessum hætti í fyrirsögn, vegna þess að mér finnst þetta svona hamra á þeir og við hinn. Já, svona fyrir utan það hvað kampavín er ógeðslega dýrt. Þeir þekki það nú í Seðlabankanum. Það er eiginlega hvað getur ekki kampavín núna nema í svona hægri podcastum. Einmitt. Já, einmitt. Það er orðið svo dýrt. En þetta er náttúrulega, þessi vextir eru svo háir og Vilhjálmur Birgisson var einhvern tímann í viðtali og hann sagði að sko hvað raunvextir
stýrivaxtana eru miklu hærri núna heldur en var bara fyrir hluta þessar aldar. Það munar sko 35 milljörðum á ári sem verið að taka frá skuldurum. Sem eiginlega sko lína Ásgeirs að taka 35 milljarða frá skuldurum umfram það sem að sko seðlabankastjórar hafa yfirleitt gert. Já. Það svona Ásgeirs Jónssonar skatturinn. Já, og þetta þrönga hagfræðilega sjónarhorn sem alltaf verður ofan á, hugsandum þjóðarhag með ákveðnum forsendum, það eru til mörg önnur sjónarhorn á það hvernig... Bara í næstu löndum, að það miklu lægri vextir í næstu löndum. Nákvæmlega þannig. Þannig að ég ekki sáttur við hvernig Seðlabankinn fær alltaf að tala eins og guð. Já. Herðu, við skulum fara á Gaza. Það frétt frá Haaretz sem er myndbandsupptaka. Það sem ísraelski herinn hefur umkringt 2 palestínumenn sem bara gefast upp og halda það í að handtaka sig eitthvað og þá bara skjóta þá. Og svona þetta. Sérlenska. Anja Sera líka með fréttir af þeir segja að séu tugir þúsunda sem eru að flýja. Já, sem hafa flúið heimili sín. Þetta á Vesturbakkanum. Á Vesturbakkanum. Undan þessu ofbeldi og þessum lengi. Og það við erum hætt eiginlega að sjá fréttir af Gaza af því að þetta vopnahlé sem var bara búið til svo fólk myndi fara að einbeita sér að eitthvað öðru það hefur ekki haldið nema síður sé og spennan aukist á Vesturbakkanum eins og við höfum talað svolítið en það voru áhugaverðar tölur sem komu frá UNRWA í dag þar sem þau tala að þau eru að þjónusta alltaf 50.000 palestínsk börn á dag í gegnum fjarfundabúnað sem eru með svo hryllilegt tráma eftir það sem á hefur gengið og hann er General Commissioner fyrir UNRWA ég veit ekki hvað það er á íslensku hann kallar eftir því að þetta verði stöðvað strax eða bara yfirvöld í heiminum fari að gera eitthvað af því að þarna sé ástandið orðið svo slæmt og þjóðamorðið ennþá í fullum gangi og enginn virðist ætla að gera nokkuð skapaðan hlut. Herðu, nú skulum við fara í Ráðhúsið. Framsóknarflokkurinn, hann hélt blaðamannafund, kynnti þessum blaðamannafund. Hvað viljum við gera og var eiginlega að kynna svona stefnu sína í borgarmálum. Þetta er svolítið svona snemmt, finnst ykkur það ekki, að koma með? Þeir eru ekki búin að velja á lista eða neitt. Þetta er svolítið flott mynd af þeim. Hvaðan er þessi mynd tekin? Já. Þetta er svolítið dimmt á nenni, eins og sjáðu. Þetta er svolítið svona... Þetta er svolítið svona mafíósulegt eitthvað. Mér finnst þetta ansi smart. Þau stiltuðu sér hérna upp. Þetta eru 4 borgarfulltrúar sem eru og 1 varaborgarfulltrúi. Svo byrjaði fundurinn og Einar sagði eitthvað hverju þetta væru og bauð alla velkomna og svo byrjaði hann að halda fyrirlestur og sagði viljið færa ykkur aðeins og ítti bara í burtu og svo kom bara svona fyrirlestur upp á svona 25 mínútur. Hvað? Það var farið svolítið nákvæmlega, þetta var augljóslega fyrirverandi borgarstjóri sko. Svo var þetta svona skipulagsbreytingar og svona, mér finnst þetta svona blanda mikið af svona sem að var kannski aðeins fullmikið dítilar, en hann fyrir náttúrulega með svona svolítið góða þekkingu að borgarstjóri á að vera svona æðsti embættismaður borgarinnar og þú væri svona þetta góða innsýn inn í hvernig hún virkar. En það voru þarna svona vilja færa þjónustuna meira út í hverfin og nýta skólabyggingarnar og margt af þessu sem maður hefur svo sem heyrt áður sko, en það er maðurinn í hættur sem borgarstjóri, þannig að það var ekki svona ströngkörfi í einu eða neinu sko. Nei, þegar Háskólinn á Akureyri var stofnaður þá var það mikil stemning þar að halda alltaf blaðamannafundi þegar þið bara réðu einn nýja kennara leikur við eitthvað svoleiðis og eftir svolítinn tíma þá hættu allir að sækja þessa svokölluðu blaðamannafundi, allir blaðamenn því að það var aldrei neitt að frétta. Ég held að það væri vonað einhverju svakalegri bombu, einhverju meira áttar útspilu vegna þess að í gær þá maður fann að lesa fréttir að í dag verði þessi blaðamannafundur sem Framsókn hefur boðað til.
Það er ekki mikil Þetta sjáum við að það er hvergi verið að fjalla hann. Nei, þetta er ekki hálfgert vindhögg svona. Jú, það er svona spurning hvort þau hafa ætlað sér að því að nú kynnti borga meiri hlutin svona breytta forsendur í dag út af Norðurál borgar ekki rammasetningin. Akkurat, og ég velti fyrir mig hvort þetta hefði verið eitthvað svona, ætlaði þeir að slá eitthvað, þú veist, ætlaði þeir að vera með eitthvað svona byggja upp einhverja stemningu út af því, sko, af því að það var ekki komið og hann hafði, kallað eftir því, sko. Ég ætla að leiðrétta eitt, sko, þetta var náttúrulega ekki blaðamannahundur, því að hann hélt bara sinn fyrirlestur og svo sagði hann þakka fyrir og við tökum viðtöl frammi og það er náttúrulega ekki blaðamannahundur. Það virðist ekki vera haldið blaðamannahundur í Íslandi nema komi erlendir menn eins og Rutte sem eru vanir því að koma frá síðuðu löndum sem eru blaðamannafundir sem að blaðamenn fá að spurja. Ég meina, hvað erum við búin að sjá marga blaðamannafundi Donald Trump, ég held að hann tekur 2-3 á dag, og það sem hann svarar hefur eitthvað með að gera hverju mæta í salinn og neitar að svara sömum og kallar þá piggy, kallar hann eitthvað svona daginn, en hann þó að svara. En þetta virðist, íslenska stjórnmálastéttin virðist vera búin að koma þessu því upp að halda ekki blaðamannafund. Þannig að þú farið aldrei inn í þennan spurningar og svo þegar blaðamennir eru svo óvanir eins og mér fannst ég merkja á fundinum með Rutte að þeir eru með svona frekar döl spurningar, sko. Það er ekki svona, að því að sumuleyti ætti þetta að vera allavega fyrir sjónvörpin, ætti að horfa á þetta sem svona tækifæri til þess að fá eitthvað myndefni og eitthvað skemmtilegt, en sjónvörpin hafa alltaf frekar kosið viðtal fyrir á gangi sem var í svona exklusíft fyrir þá, frekar heldur en að taka þátt í því að gera einhverja hefð fyrir því góðum blaðamannafundum hér. Sko gallinn hér hefur alltaf verið sá blaðamannafundi ef þú spyrð snjöllustu spurningarinnar fyrir framan alla hina fjölmiðlana þá eru þeir búnir að skella fréttir. Maður lærði þetta þegar maður var á DFF, sko, því að DFF þá var blaðamannafundur kannski kl. 4 og svo komu kvöldfréttirnar og svo komu morgunblöðin og svo kom DFF miklu seinna. Þannig að það var alveg vonlaust að maður myndi segja nokkuð einasta orð á blaðamannafundum. Þetta svolítið menningabreyting, þetta alveg rétt sem þú nefnir, sko, þetta deyjandi form og eiginlega ekkert eftir að því. Það ekki, maður heyri það bara á blaðamann og þeir ekki dæfðir í þessu. Nei, þeir ekki aðeins. Það var hvað heitir hann á Viljanum sem að kunni þetta aðeins í COVID, því hann svona gamall blaðamann. Já, Björningi. En yngri kynslóð finnst það að glemt þessu, það hefur aldrei lært þetta. Aldrei lært þetta. Herðu, meira á borgarmálunum, það hún Hildur í Sjóttarhólnum, hún vill að borgin selji Carbfix og bílastæðahúsin til þess að vega upp á móti rafmagnsreikninginu sem var ekki borgaður. Já. Sko, að selja bílastæðahúsin, er það sem vinsælt? Nei. Það er þessi ekki vinsælt. Það er ótrúlega peningur sem kemur inn í gegnum þessi bílastæðahús. En ég held að það getur verið mjög vinsælt að selja Carbfix. Ég held að það sé eins og mjög óraunhæft vegna þess að Orkuveitan alltaf að reyna að selja raunverulega Carbfix, að fá inn nýja hluthafa og það gengur bara ekki neitt. Þannig að það ég held að sé algjörlega vita vonlust að selja Carbfix. Ég veit ekki, nema þú selja það bara einhverju algjöru hrakvirði og þá þarftu líklega að bókfæra eitthvað tap því Orkuveitan búin að eyða mörgum milljörðum í það. Já. Það hefur ekki náð á þessu. Nei. Herðu, að þeir í pólitíkinni, að Morgunblaðið var með þungur desember framundan á þingi. Hvað? Já, Mogginn í dag, hann talar þingfundarfall í gær. Hún segir að það átti að vera þingfundur en hann hafi ekki orðið og hefur eftir nafnlausum heimildarmönnum innan í þingliðinu að það sé bara ríkisstjórnin sé bara það gangi ekkert undan henni. Það getur ekki komið neina á dagskrá? Nei, komið enga á dagskrá, fjármálafrumvarpið sé endalaust verið að stagla í eitthvað og bandormurinn og allt þetta og það séu allar þjóðarhorfur eða ríkisrekstrarhorfur svo miklu verri að hann voru að við getum bara gleymt fyrra plani og hver höndin sé upp á móti annarri. Þetta hefur svona sem sterkari frétt að vera vitna til einhverja svona sem hafa vikt og getur sagt þetta, en ég hugsa samt að það sé eitthvað til í þessu. Já, ég held að það hefur einhverju verið að því að dreifa fundaskráni á þinginu. Það nú þingfundur kannski á þriðjudaginn í þessari viku og birta og það er svo mikið tillingaskítur sem við verðum að tala og þá fylgir ég með virkilega ekkert annað að ræða á þingi en þessi mál og mér finnst þetta að hafa verið að gera svona undanfarna daga þannig það eru eiginlega engin svona stór mál sem eru á dagskrá þingsins heldur verið að tæma bara og kannski svo í gær að þá bara voruð búið með allan tillingaskít og gátu ekki raða saman einnig dagskrá. Það er engin framlagning alvöru frumvarpa? Nei, þeir flýta sér í jólafrí.
Nei, það er ekkert af því. Það er eiginlega það sem að morgin halda fram. Desember verði eitthvað svakalegt. Gæti verið. Herðu, berlínski, hérna Bent Winter, hann er svona stjórnmálaskýrandi hérna og þetta er nú hægri blað, þannig að þeir eru að tala að hún metti þessi í stökustu vandræðum og það er mjög sótt að henni. Það eru sveitarstjórnarmenn eru mjög ósattir, líta svo á að þeir hafi tapað kosningunum út af henni sem hún svipað og Sjálfstæðisflokkurinn talaði í síðustu sveitarstjórnarkosningum þegar Bjarni Ben kom með Íslandsbankamáli beint ofan í kosningabaráttuna, að þeir hafi tekið af. Ég held að í borginni hafi menn verið að meta það að hann hefði tekið af þeim allavega 2 borgarfulltrúa. Stundum gerist það þegar landsmálin eyðileggja og það er mikil reiði inn í flokknum og hún hefur engin svör og hún finnur það, hún er í óvinsælli ríkisstjórn og það er stemningsleysi. En ég tók þetta með að því að pólitíka var með aðra frétt sem er að sósíaldemokrataflokkurinn, hann vill að verði gerið rannsókn á blöðunum og fjölmiðlunum í Danmörku verði metið hverju svona pólitíska staða þeirra. Þeir eru náttúrulega að telja að þeir hafi verið í óvilhöllu fjölmiðlaumhverfi í þessari kosningabaráttu og tapað út af því að árinni kennir illur æðari og allt það, verið að spila út í velli upplifðu þeir. Virkar svo væl. Þetta samt svona mér finnst þetta komið ansi nálægt okkur þessi stemming í stjórnmálunum að ætla að bara beygja fjölmiðla undir sig. Það er það sem er mjög hættulegt, að þetta er að gerast út allan heim, sýnist manni. Og hér er náttúrulega verið að heimta úttekt á Ríkisútvarpinu og eitthvað svoleiðis og þannig að við höfum fengið nasaþefinn af þessu hér. En já, þetta er varhugaverð þróun og þrengir auðvitað að frelsi fjölmiðla. Þetta er úttekt sem var gerð í Bretlandi og það var í kringum Nigel Farage sem það var bara svona hausatelling, hann kom fram 38 sinnum að meðaltali í fjölmiðlum og meðan að aðri pólitíkusar koma 1,6 sinnum. Þannig að þetta er svona þessi sjokkfaktor sem við sjáum eins og grátkórinn í Miðflokknum sem að stökkva á hvert svona populíska málið á fætur öðru. Ég meina þeir eru að halda sér og sópa þessi fylgi með þessu. Þetta er taktískt. Óttastjórnum fjölmiðla, það er frétt frá Guardian, Rutger Bregman, hann er ekki hollendingur, hann er svona margir mun eftir honum að hann var á Davos að rífa kjaft og segja þið að borga skatta og hafa drift mikið, það var margir sem að mun eftir honum þá, hann er gefið út bækur og er svona popstjarna í svona fyrirlesturum og BBC fékk hann til þess að halda fyrirlestur í einhverju röð sem heitir Ræð fyrirlestarröðin og þar segir hann meðal annars að Trump, að hann sé sá forseti í bandarískri sögu sem mest hefur opinberað spillingu sína, einhvern cirka var hann að segja það. BBC klippti þetta út, þannig að þetta var ekki sendt út þessi setning. Og hann vekur síðan athygli á þessu fyrirlesarinn og verður að benda á að ritskoðunin er bara byrjuð og þá kemur tilkynning til allra starfsmanna BBC að þeir þegar þeir eru að segja fréttir að þessu þá mega þeir ekki endurtaka setninguna. Þeir mega segja frá því að hann sé óánægður með að hafa verið klippt út setning Trump en þeim er meinað að segja setninguna. Þetta virkar nú bara eins og heimsendir í mínum huga. Fjölmiðlalegur heimsendir. Já, þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er stemmingin. Þetta er stemmingin. Bara velkomin í nútímann. Kemur einhverjum á óvart það sem sagt var spillingu Trump? Eða þú veist, er það ekki bara selvfölgileg? Þetta er eitt af veikasta sem hægt er að segja. Já, einmitt. Morgunblaðið var að fjalla þessi, nú er það að byrja að kalla þetta kúlulán. Það er þegar að verktakarnir ætla að eiga áfram 25% í húsnæðinu. Þú leggur fram 10% útborgun, tekur restina láni, borgar leigu í millitíðinni og svo eftir 3 ár eða 10 ár eða þegar þú selur eða þá að verktakinn neyðir til þess að kaupa af sér þá, og menn eru svolítið að velta fyrir hvað er þetta raunverulega, á að reikna þetta sem þetta er náttúrulega greiðslubyrði að bera leiguna og þetta kúlulán vofir yfir þér, þú skuldar það. Já. Ég held að kúlulán sé einmitt ég held að sé Jónas Atli sem að kallar þetta kúlulán. Ég held að það svona setja þetta kannski aðeins í nýtt samhengi. Þú verður að borga þetta. Ég segi það. Þegar verktaki kemur til þess að segja, Bjössi, ég ætla að fá 20% mín, þá getur þú ekki sett, það stendur illa á mér
ég að byggja sumarbústað og ég ætla bara að loka það inni sem minnihluta eiganda, það gengur ekki. Það bara þannig og það sem finnst mér þetta gott orð því það minnir okkur svolítið á hvað þetta er. Nú ef þetta hjálpar einhverju fólki og einhverjar eignir selja sem annars hefði ekki seljast, þá það svo sem ágætt. En það er leigjendasamtökin að við bent á að það sé kannski ekki sniðugt vegna þess að það eru uppsafnaðar íbúðir sem ekki seljast þá ættu þær alla jafna að lækka þessum eru að lána, þeir eru að halda upp í verðinu. Þetta er svona en ég skil líka neyðina þetta er mjög fýsilegu valkostur fyrir fólk eins og mig til dæmis sem er bara búið að vera fast á leigumarkaði alltaf að geta búið allavega við 10 ár af einhvers konar húsnæðisöryggi og maður tekur auðvitað sénsinn, maður er hvort þið er og kannski sleppur hálfgert helvíti er betra heldur en helvíti kannski sleppur aðeins betur fjárhagslega, sko, en þetta er allavega engin svona töfralausn sko, það er einhvern veginn og enda er bara Ragnar Þór Ingólfsson og fleiri mjög gagnrýnir á þetta mál. Það verður allavega að skoða þetta mjög vel hvernig þetta kemur raunverulega út fyrir fólk svo ekki nema bara til þess aðstofa fólk að það átti sig á því hvað það er að ganga inn í. Ég sagði ykkur daginn frá José Luis Ábalos sem var innanríkisráðherra á Spáni var rekinn þegar í ljós kom að hann keypti COVID-grímur af félagi sínum og fekk það borgaði með svona í fríðu eiginlega hann fekk aðgang að íbúð og þurfti ekki að borga leiguna af henni og ég sagði ykkur þessa frétta því að mér fannst svo áhugavert að ákæruvaldið ætlaði að fara á 24 ára fangelsi með þetta svolítið svona við hvað tíðkast á Íslandi þetta er svolítið vel í lagt svona með það sem við þekkjum þarna er frétta af honum í dag að þeir telja að það sé hætta á hann reyna að flýja þannig hann var tekinn og settur í gæsluvarðhald og minn settur í gæsluvarðhald þangað til dómur fellur. Það virkar eins og eitthvað farsi bara. Við veist þetta eitthvað svolítið sorglegt. Mjög gaman að stilla þessu saman við frétt sem var í heimildinni sem er með frétt af Samherjamálinu sem kom upp síðan, ég veit ekki hvað er ekki, 7 ár síðan eitthvað. Það er eitthvað, það er einn mannsaldur síðan það mál kom upp og það er ekkert að frétta. Nei. Og þeir eru með fréttir af því að þetta snúist 2,8 milljarða sem þeir hafi borgað í 214 greiðslum sem ákæruvaldið skilgreinir sem mútur. En það er áhugavert einmitt að því að það hefur komið fram í Namibíu og þar er rannsókninni svona þýsingaðs lokið. Það er hlutamálinu að búa dæmið í en það er einhverja leifar ennþá í gangi. En það er einmitt, en samt sem aður þá verðist þetta ekki hreyfast til lögreglu. Nú þekki ég eina konu sem situr hér við þetta borð sem var með svona álíka mútumál fyrir lögreglunni og það svona pingpongaði á milli saksóknara og lögreglu á miklu meiri hraða heldur en nokkuð tíma þetta mál. Já, þú ert sökuð að hafa mútað landamæravörðum. Já. Kannski verður þú valinn maður ársins hjá þjóðmálum eins og blaðamanni Vísis og Moggans. Já. Þetta er sameiginleg niðurstaða þeirra að heiðra Þorstein Má og samherjamerkið er nú eru stelpurnar sem eru að berjast eins og ljón í HM í handboltanum. Það eru með risastórt samherjamerki. Já, þau fóru úr rapid í samherja, var það ekki? En sko Páll Ásgeir, má aðeins bara henda því á borðið, blaðamaður sem er við Rauðaborðið í gær, hann segir að þarna sé augljóslega hafin svona, ekki málsvörn, heldur ímyndarbæting fyrirtækis til þess að verja sig mögulegum áföllum sem geta verið í svona bíómálum. Ég veist það nokkuð skörp greining, sko. Ég vil nú alls ekki setja hann í gæsluvarðhaldi að loka hann inn í 24 ár samt, hann Þorstein Má. Þó að ég sé En kannski viltu að þetta fari fyrir dóm, það væri nú ykkur sem er í skikkju sem að ákveða hvort hann eigi að fara í og helst að þolendur þessa máls sem eru þetta bara nígeríska þjóðin namibíska fyrir hér. Herðu, við erum aðeins verið að tala sjávarútveginn, þetta er hún Heiðrún Lind sem er að tala við höfum eiginlega sagt þetta í 2 síðustu kvöld að það dróst saman mjög hagnaðurinn í sjávarútvegi og tekjurnar. Þannig að það er svona lakari afkoma og veiðigjöldin, þótt að þau hafi verið hækkuð, mælistikkunar á þeim, að þá fylgja þau ennþá hagnaði, þannig að þetta því það kemur minna inn í ríkissjóðs sem það kemur.
Og Mokkinn túlkar það sem svo að þetta hafi verið hræðileg skattpíning þessi veiðigjöld þegar bara þeir réttar aðstæður í sjávarútvegi eru eitthvað breyttar. Já, og ég meina sko, og svo veltum maður fyrir sér að því að það hefur nú loðað svona spillingarorð við sjávarútveginn og þá sem honum stýra hvort að það sem við ráðum gert að draga úr framleiðslu og loka fiskvinnslustöðum. Það sem þú ert að segja, Björn, að þeir hafa verið að segja fólki hér og þar og réttlæta með því að það væri verið að hækka veiðigjöldin. En þetta augljóslega hinn réttari saga. Það bara minni hagnaður. Og eina það sem þú ert eins og að segja að þeir hafa alls konar leið, það var aðsend grein inn í Mokkann sem fjallað það sem við líka verið að fjalla Það Anna Björk Theodórsdóttir að skrifa þarna stóraukin útflutninga og óunnu fiski og það það sem að þeir gera til þess að auka hag sinn meira, þá flytja þann út og hafa möguleika á því að taka út hagnaðin einhversar annars staðar og hún, Anna Björk að skrifa þarna að þetta eiginlega alveg, af því að ríkisstjórnin alltaf að móta sér atvinnustefnu, þetta eiginlega algjört glapræði að Ísland sé hægt og bítandi að verða enn frekar bara hráefnisframleiðandi fyrir fiskvinnslur annars staðar, í staðin fyrir það að við byggjum hér upp fiskvinnslu sem að fullnýtir allt af fiskinum og búum til einhverja gæðavöru hér sem að gæti þá leitti þess að íslensku fiskur sé einhvers virði í heiminum. Íslensku fiskur einskis virði í heiminum og flytur hann út til Póllands þar sem runnin og seldur þar í einhverjum stórmörkuðum. Nei, ég hjó eftir því hún segir einmitt að fiskflök séu í rauninni 2 til 4 sinnum verðmætari heldur en bara fiskurinn óunni. Heili. Það bara flakan og stór einhver verðmæti við það. En við gerum þetta ekki og það bara eitthvað að hvernig stórútgerðin að stýra þessu því að þetta, hvernig þeir vinna fiskinn að það eigur ekki þjóðarhag. Þeir eigur þeirra hag og þeir að gera þetta því að þeir græða meira á þessu. En það bara fer ekki saman hagur stórútgerðinnar og þjóðarinnar. Herðu, það var frétt bara með gerðist því að meðan við vorum í fréttatímanum í gær, það var skotið á 2 þjóðvarðarliða í Washington borg og þeir eru enn á spítala, þeir eru ekki dánir, sá sem skaut á var afganskur ríkisborgari og það nú ekkert vita almennilega ennþá held ég hvað honum gekk til. En viðbrögð stjórnvalda voru strax það að það kemst enginn með afganskt vegabréf til Bandaríkjanna. Ótrúlegt. Það var ákveðið bara strax. Já. Þetta svona stemmingi þar. Ég veist að því við vorum með aðsettargrein í Mokkann og þá önnur hér. Það verjumst erlendu glæpahyski, segir Diljá Mist Einarsdóttir. Sko þetta furðulegur samsuða þessi texti. Þarna dregur hún fram skýrslu lögreglunnar hættu á skipulegri glæpastarfsemi. Það sem kemur fram að veröldin alltaf að verða bara fjölþjóðlegri og íslenski glæpamenn eiga í meiri samskiptum við glæpamenn í öðrum löndum og það sé meiri innflutningur og tilflutningur og það getur jafnvel komið hingað fólk sem stelur úr búðum og fer aftur alveg fram og tilbaka. Þannig bara heimurinn að verða. Það svona megin þátturinn í þessu og skipulögð glæpastarfsemi sé að aukast. Það kemur líka fram að það sem knýr mest áfram skipulögð glæpastarfsemi náttúrulega fíkniefna innflutningur og annað slíkt. Henni þess að tengja þetta við hælisleitendur og að tala það að við þurfum að verja okkur eiginlega gegn erlendu glæpahyski og ætlast eiginlega til þess að lesandinn upplifa það að þá verður við eiginlega bara að loka hælisleitendakerfinu til þess að minnka glæpi. En það ekkert í skýrslu lögreglunnar sem segir það að þetta séu einhverjir hælisleitendur sem eða innflytjenda gengi eða... Og í raun þá 20 skipulegir brotahópar eru kannski ekkert stórmál þegar maður áttar sig á því hvað skipulegur brotahópur. Jú, það eru kannski bara 3 til 10-40 einstaklingar, ég veit ekki, sem að tala sig saman og skipuleggja glæp. Og þeir eru flestir með einhverju tengingu, erlenda tengingu og það ég meina væntanlega ef þeir eru að flytja inn fíkniefni. Þú getur ekki flutt inn fíkniefni og seltu nema að vera með skipulag. Og vera með tengingu við einhvern erlendis. Þú getur ekki bara einn nema allir bara taka þetta allt sjálf. Og ég meina þetta alveg, hún mærir þarna dómsmálaráðherra sem að ég
Ekki uppáhaldið þitt. Ekki uppáhaldið mitt, en hún og svona, sem hefur tekið svolítið í þennan sama streng, hún er svolítið svona grauta saman, hún talaði barnasmygli í sömu andra og hún talaði fjölskyldusameiningar í gær og þetta er viðbjóðslegur málflutningur. Við erum aðra svona frétt sem af miðjunni, þar Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir sem enn líklega þekktust fyrir að vera systir Sigmundar Davíðs, hún þingkona Miðflokksins, hún líka að blanda þessu saman, hún tekur þess sömu skýrslu og tengir það einhvern veginn saman að þetta sé að kaffæra velferðarkerfin okkar. Sigurjón tekur þetta upp og tekur nú dæmi svona vegakerfinu, með svona svolítið djarft hjá honum að tengja það, því að hún meira að tala svona velferðarkerfið okkar og þá svona hugmyndinu það að komi einhverju glæpamenn og leggist yfir á velferðarkerfið okkar og séu svo að stunda glæpi. Þú veist, þetta ásér bara enga stóð í raunveruleikunum. Nei, þetta ásér enga stóð í raunveruleikunum og það líka ef maður rýnir í þessa skýrslu og þetta er kannski dæmi eins og Þóra Kristín talaði að sko geta fólks geta fólks til þess að bara lesa sér til gagns bara þverrandi að þeir virðist því að þetta ekki það sem stendur í skýrslunni. Það stendur að sko hvað var það hryðjuverk til dæmis að það eru hvítir einangraðir innlendir karlar. Núna annað skiptið í röð eru þetta þeir aðilar sem að stafa mesta hryðjuverkaógnin af og svo eru skipulagðir brotahópar. Þetta eru bara og ég var með hann Fjölni Sæmundsson ég formann félags lögreglumanna í viðtali við Rauðaborðið daginn og hann talaði einmitt þetta að sko þessir brotahópar sem verið að þetta ekki svona einhverju vondir útlendingar, vondir arabar. Þetta ekki sýrlenska mafían. Þetta ekki það og hann talaði að það mikið í byggingariðnaðinum, það mikið vinnumansal og þar eru þau tilfelli telja sem skipulögð glæpa afbrot og ég mæli með því að fólk kíkja á það viðtal því að það var mjög fróðlegt. Það gott að fólk hlusti kannski á lögregluna og fleiri sem þekki þetta betur heldur en að þess að það þingkonur. En að því við erum að tala hælisleitendur þá graf, það var að koma nóvembertölur. Það voru komandi smá aukning frá því í fyrra í september og október en við sjáum það núna í nóvember að þetta er það sama. Þannig að það stefnir í það að verði enn færri hælisleitendur í ár heldur en í fyrra þegar voru miklu færri heldur en voru árum 2022 og 2023. Þeirna frétt frá Samstöðinni sem byggir á viðtali sem var í gær, vill stofna umboðsmann náttúrunnar. Já, það Það allt brjálað víða út af stefnubreytingu Viðreisnar að mann segja að opna á sjókvíaeldi í Mjóafirði og Jóhannes Sturlaugsson, líffræðingur, hann spara sig hvergi í þessu viðtali og ég held að hann hafi verið á fleiri fjölmiðlum í dag og hann segir bara nú svo komið að íslensk náttúra sem hefur enga talsmann, við erum bara að missa þetta allt út úr höndunum á okkur og þurfum stofnun en þetta var líka til umræðu í reynsluboltanum í kvöld sem að verða sýndir hér eftir skamma stund og sumir þar héldu því fram að stofnun ein og sér myndi ekki bjarga miklu, bara almenningur yrði einhvern veginn að taka höndum saman. En almenningur náttúrulega með ýmsar skoðanir og við erum með næstu frétt. Það er vitavörður í Mjóafirði. Já. Það vil fá endilega laxeldi og það bara, við mögum ekki gleyma því að þótt að menn séu með hörður rök gegn laxeldi í sjó þá hafið pröfað að fara á Patreksfjörð og Tálknafjörð og tala sjókvíaeldi. Já, en þetta er mikil nauðhyggja. Þú skal bara hent í höfnina ef þú andbannir því. Þetta er rosalega nauðhyggja sem skilur svo margt annað eftir að einblína bara á að þú ætlar að búa til 1 eða 2 störf eða 3 eða 4 eða 5 alveg saman hvað það kostar. Sumum finnst það nóg. Já, sumum. Sumum finnst það nóg. Rósalía og Björk, þær eru nú komnar í svona mál við Björk í þessu verkefni alveg á fullu að berjast gegn þessu. Herðu, það frétt frá Evrópusambandinu. Það vill banna börnum notkun á samfélaginu. Einmitt, við tvö vorum að tala um daginn hvort það væri ekki bara 50 framsóknarmönnum að leggja fram þingsályktun eða eitthvað að hækka Facebook-aldurinn úr 13 og 15 en þessi vill ganga lengra, bara 16 og yngri, bara bannað og þetta bara áhugaverð umræða og pæling. Já, ég veit ekki, ég sá einhverja krakka bregðast við þessu einhvers staðar í Evrópu, ég veit ekki hvar það var ég rendi yfir það hratt á samfélagsmiðlum. Þú voru svolítið á netinu, ég var að skrifa á netið.
en þau segðu banniði frekar bara ógeðslegt efni á samfélagsmiðlum frekar en börn. Sem það gengur ekki því það ótrúlegt drasl sem að flæður samfélagsmiðla. Ég held að tími forræðishyggjunnar sé aftur að renna upp og ég held að hún sé ekki alltaf slæm. En þetta var ekki næra að banna allt þetta svikastarf og allt þetta rugl sem á samfélagsmiðlum og ekki stoppa það bara? Jú, bara þessar gervifréttir og AI myndböndin sem eru orðin svona svolítið vandræðalega góð og erfitt fyrir fólk á svona ákveðnu aldursbilja greina. Það er ekki þessu tengt, það frétt á Vísi byggt á grein sem var skrifuð fæðingarorlofskerfi væri mengallað og komið viðtal ekki Guðfinna Kristín Björnsdóttir læknanemi, þarna mæta stálinn stinn, þetta er eitt af því sem verður fjallað í kvöld líka á samstöðinni. Mér finnst þetta bara áhugaverð umræða, ég sá Sólveig Anna er sammála þessari og meðan kvenréttindafélag samtök Íslands eru alveg grjótörð á móti. Sumir tala framfærir, aðrir tala bakslag. Ég veit ekki neitt. Ég veit ekki. Við ættum kannski að taka þetta fyrir. Þetta snýst að sumir það að kvenréttindafélagi vill að það verði 3 mánuðir verði fastir við pappan. Já. Það megi ekki flytja það er rosalega vont fyrir einstæðar mæður. Sko, mér finnst að þessi mánuðir sem að börn fá úthlutað ættu að fylgja barni bara og ég held að foreldurum verða bara að fá ákveða það með sér sjálfum. Það er ekki hægt að pína feður sem annarkvort geta það hreinlega ekki vegna þess að og svo eru sumir sem gera það ekki. Það er ekki einmitt, þannig að barnið missir þannig að 3 mánuði. Einstæð móðir sem á barn með föður sem sinnið barninu ekki og er bara einhvers staðar að hún fær ekki þessa 3 mánuði ekki einu sinni. Þannig að barnið fær ekki sama tíma einmitt, hann fær ekki börn í þeim aðstæðum fá ekki þennan sama tíma með foreldrum. Kvenréttindafélagi heldur við fram að ef að þetta verði leyft þá muni það enda með því að konurnar taki allan tíman og kallarnir bara fari aftur í vinnuna og konurnar á baku eldavélina eins og sagtir. Herðu, er frétt frá New York Times, það er hann Mamdani sem hefur svolítið verið að fylgja, hann ætlar að ná alveg stjórn á skrifstofunum, hann er búinn að óska eftir 179 fyrirverandi starfsmenn sem að Adams fyrirverandi, fráfarandi borgarstjóri réð þeir víki. Þetta stundum verið að tala á Íslandi þegar stjórnmálamaðurinn kemur inn í ráðuneytið og eitthvað fleira, hann kemur með sem 1 eða 2 aðstofamenn, en þarna er bara verið að skipta út svo til öllu. Þetta er svona, mér finnst allt í lagi að við veltum þessu aðeins fyrir okkur hvernig þetta eigi að vera. Ég veit ekki hvora aðferðin er betri. Herðu, mér datt í það þegar við erum í fréttunum að taka áorstölur. Þetta er í síðasta vika. Þannig að þið sjáum að fréttir á RÚV er með 1 af hverjum 4 sem að horfir á fréttir á RÚV. Fínt áhorf. Og 17% á Sýn sem að minnst alls gott fyrir Sýn. Mjög góðmæli Sýn. En svo er það náttúrulega Gísli Marteinn sem er með 31% þjóðarinnar. Það er 3/4 horfir á hann. King Gísli Marteinn. Og Landinn, ég er svolítið ánægð með Landan. Já, hann hefur lengi haft þessar við erum... Það er eini staðan sem að venjulegt fólk kemst á dagskrá. Það er nefnilega, við erum mörg ansi hrifin af Landanum. En Felix og Klara, ég hefur ekki ennþá byrjar að horfa. Ég sá það svona fyrst, það var svona blendin við það, svo sá ég það bara svona í síðustu helgi, það bara sprakk út á Facebook hjá mér, hvað allir voru rosalega hrifnir að þessu og ég sagði betur, þetta er eitthvað sem hefur slegið í gegn og ég sé ekki betur ef að 30% af þjóðin er límd við þessa seríu, það er svolítið afrekað ekki. Hittari. Alveg meira áttar hittari, það er engin spurning. Silfrið þarna með 16,5%, það er ekki mikið. Ég myndi ef ég væri í silfrinu, myndi ég segja að við verðum að komast upp yfir fréttistöðu 2. Þetta er eina þjóðmála umræða vikulega í sjónvarpi. Við farum ekki alltaf vel með það. Nei, þið fara ekki vel með, ég held að það kannski útskýri þessi 16%. Síðast þegar ég voru að tala fílukast menntamálaráðar út í Moggan, ég var að hugsa að er ekkert mál sem er aðkallandi að ræða í íslensku samfélagi annað þetta. Má ræða húsnæðismálin eða má ræða, eitthvað annað. Þetta getur ekki verið merkilegsta málið. Herðu, brunin í Hong Kong, það er þessi mynd er náttúrulega hryllileg. Já, þetta er eiginmaður sem að veit af eiginkonu sinni þarna inni.
Það núna talað að séu svona 70 sem hafa fundist látnir og núna talað að séu svona 300 sem saknað. Það voru 4.600 mann sem bjuggu þarna. Það eitthvað sem segja mér að sko tala látina eftir að verða meira en þessi 300. Það eitthvað skrítið við hennar fréttaflutning af því að svo maður að heyra sko að eldurinn kom svo fljótt út allt. Það heyrðist engar viðvörunarbjöllur, engir reykskinnar. Þannig ég held þetta eftir að verða sko alveg hryllilegt mál. Það var þessi, það var vegna þessa bambusureis sem var utan allt húsið, eða utan húsin. Bambusstillansar eða ekki? Jú, þetta eru einhver stillansar sem eru auðvitað bara mjög eldfimir. 3 framkvæmdastjórar í fyrirtækjum sem eru að vinna við þetta eru komnir í Gæsluvarðhald. Já. Það svona viðbrögð sem við erum kannski ekki alveg vann, en það er ekki vann svona viðbrögð svo sem. Nei, en ég setti þetta í samhengi við Grenfell turnin í London og ég held að það hafi enginn verið settur í gæsluvarðhaldi eða látin svara til saka þar ennþá. Herðu, stór persóna í makarhreyfingunni hún Marjorie Taylor Greene sem að náði, var kosin sem þingmaður í fulltrúadeildina frá Georgíu án stuðnings Trump, hann var gerði þetta svolítið eigin nótum, en var alltaf svona hans helsti stuðningsmaður, mikil svona samsæriskona, það er eiginlega sama hvaða samsæri ykkur þetta í hug, hún trúir því. Já, bara því allt sér sviðsett held ég bara tunglu lendingin og hvað sem En hún alveg bara dýfst inn í makarhreyfingunni. En hún, og þess vegna tók hún upp Epstein-málin og hún taldi að það væri hluti af svona kjarnanum í makarhreyfingunni að berjast gegn því að 14-15 ára stúlku væri nauðgað af einhver ríku elítu pakki. Og það var til þess að hún fór í ónáð hjá Trump og fekk yfir sig sko gríðarlegar árásir og endaði með því að hún ákvaða bara að segja af sér og ekki komið fram hvort hún ætli að bjóða sér fram aftur. En hún tók svona, talaði inn í kameru og hellti sér yfir kallana í makarhreyfingunni sem verið að ráðast á sig og talaði að þetta væru menn sem væri að styðja það raunverulega að konum væri nauðgað, vildu að konum það væri bara að elda fyrir sig og vera að þrönga þeim aftur inn í eldhúsið og þyldu sig ekki vegna þess að hún væri sterk kona. Þið sitið þarna við einhverjar tölvur og að skrifa eitthvað svona óþverra og gerið aldrei neitt, það hefur aldrei gert neitt raskat, hvernig verður þið að standa upp og fara að gera eitthvað til þess að bæta þetta samfélag og rífur svona kjaft. Og mér fannst þetta svolítið skemmtilegt að hlusta á það, en þess að suminiti mætti halda þess að ræðu á Íslandi. Við þetta sem að maður sér til þess óþverran sem að þú hefur fengið á Facebook og eitthvað víða, þá nú þessi yfirgengilegi svona þetta kvennhattur sem svo yfirgengilegt, þetta útlendingahattur og þessi reiði, einhverjar eymdarlegra manna sem að hamra á lyklaborðinu út alla Facebooka það sem ég sé og víðar. Og aldrei hefur gert samfélaginu gagn. Aldrei gert samfélaginu gagn. Herðu, við skulum enda á svona merkilegri fréttar, þú nefndir hana Rosalíu áðan, hún var að gefa út plötu sem vakir náttúrulega mikla athygli. Hún eiginlega poptónlist sem sett inn í svona klassíska búning og yrkir bara inn í, þarna má finna árið frá barokk og klassík og bara öllum tegundum klassíska tónlistar. Og það symfóníuhljómsveit í London Symfóníuorkestra sem spilar, tók þetta upp á 3 dögum. Og sá sem stýrir hljómsveitinni okkar maður, Daniel Bjarnason. Stórkostlegt bara. Enn ein stjarnan. Þetta sko plata sem ég hef tekið eftir að ég fylgist ekki þeirra vel með sko, í músík og svona. En hún hefur komið til mín á margan hátt, það sem umræða þetta, því að hún náttúrulega fer allir svona margir í klassíska heimnum að veltaði fyrir sig hvað í veröldunum þetta og að greina þetta og sumir margir að dásama hvað þetta vel gert hjá henni. Og svo þetta náttúrulega ekkert svo oft sem að í þessari svona nýju tónlist sem að kemur eitthvað sem raunverulega eitthvað öðruvísu og furðulegt, eða ekki? Það sem að verða svona alvöru stjörnur til, ekki bara svona, en hún var náttúrulega stjarna. Já, hún var stjarna fyrir og hafði unnið með Björk áður, þar gerðu lag saman, endurgerðu gamalt lag eftir Björk. Kjarkurinn hefur smittast frá Björk yfir í hana, að þora bara að skipta alveg gír. Já, og öfugt, segir Björk. Hún sækir mikinn innblástur þessa nýju vinkonu sína. Hún syngur í einu lagi sem ég var að hlusta á daginn. Já, þetta er frábær plata. Herðu, þannig endum við fréttirnar í dag. Björn og María, kærar þakkir.
Og ykkur þakka ég kærlega fyrir sem hefur hlustað en Pétri Fjellsteð þakka ég mest sem hefur verið þarna frammi og tekið upp og sendið út svo þau getur hlustað og breytt þessu í fjölmiðlum sem að þetta spjall okkar. Ég minn ykkur á sem eru að horfa á YouTube og Facebook að þau verið að bíða eða finna straum af Rauðaborðsþætti kvöldsins. Ef þú ert að hlusta í útvarpinu eða horfa í sjónvarpinu þá áttu engar áhyggjur að hafa Rauðaborðið er rétt handa við hornið. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.